Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, við ætlum að ræða byggðamál. Sumum finnst að, hvað maður að segja, raddir landsbyggðana séu fullveikar í fjölmiðlum, að við séum alltaf höfuðborgar miðaðir við ráðandi dagskrárgerðar og fréttamenn, enda búum við langflestir á höfuðborgarsvæðinu. En Hagstofan gaf út skýrslu mannfjölda á Íslandi í síðustu viku og það hafa verið sagðar fréttir af því að Selfoss og nágrenni sem dæmi komið yfir 10.000 íbúa. Það eru sem sagt staðan þannig að 1. janúar 2025 bjuggu 244.536 manneskjur á Stór-Reykjavíkursvæðinu og þá var að tala samfellda byggð frá Hafnarfirði til Mosfellsbæjar og þetta eru 63% mannfjöldans. Það hins vegar staðreynd að fólksfjölgun í nánast öllum landslutum og höfuðborgin hefur ekki stækkað umfram landsbyggðirnar að jafnaði í að mér skilst 14 ár. Og á þræðinum umræða byggðaþróun á Facebook greinir Þóroddur Bjarnason, prófessor við HÍ, að 9 stykki ný þorp land allt hafi náð nægum mannfjölda til að teljast byggðakjarnar sem áhugavert. Vöxtur höfuðborgarsvæðisins eins og ég sagði áðan umfram landsbyggðirnar ekki lengur staðreynd og þarf víst að fara held ég 14 ár aftur til þess að finna það að landsbyggðirnar séu að skreppa saman en höfuðborgarsvæðið að stækka. Þetta nú töluverð breyting. Og svo nefnir Þóroddur að fjölgunin á Suðurlandi, alveg austur á Höfn, sé eitt kapitel, alveg sérkapitali út fyrir sig. Og á línunni Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps. Komdu sæll og blessaður, Einar Freyr. Góðan daginn. Gaman að hafa þig hérna með okkur á Zoom. Þetta sem ég nefndi síðast í upptalningunni að þessi fjölgun á Suðurlandi alveg austur á Höfn væri kapítuli út af fyrir sig. Geturðu aðeins rennt yfir það með okkur til að byrja með hvenær það skeið hófst, hvers vegna, hverjir eru kostir og gallar fólksfjölgunar, hljóta ekki að vera einhverjir vaxtarverkir, innviðalegir eða menningalegir. Því mann grunar nú að stóran hluta þessara fjölgunar hjá ykkur sem og víða annars staðar á landsbyggðunum megi skýra með innflytjendum. Ekki svo? Jú, takk fyrir boðið. Gaman að fá að koma og tala um þetta hjartans mál, byggðamálin. Já. Og það er alveg rétt það sem að Þóroddur segir að þetta sérkapitul út af fyrir sig, það að segja Suðurlandið. Og ég held að það megi segja að Vík og svona nærsveitin hérna séu þetta eitt ýktasta dæmið sem að hægt að finna frá síðustu 5 ár að þá hefur íbúum fjölgað 60%. Já. Og það má eiginlega byrjar þessi öri vöxtur svona upp úr 2014-15. Þetta mikið til að gerast á 10 árum. Já. Sem að við þurfum átt okkur á ótrúlega stuttur tími. Einmitt. Fyrir svona gríðarlega breytingar. Já. Og þetta auðvitað bara eins og allir vita, þetta öruuppbygging í ferðaþjónustu. Og alveg rétt að þetta drifið áfram af erlendum íbúum sem að flytja hingað og enda gætum við ekki rekið þessa atvinnugrein öðruvísi. Við erum einfaldlega ekki með nógu margar hendur á Íslandi til þess að vinna verkin og þetta ekkert nýtt í heimsögunni. Fólk hefur flutt heimshorna á milli til þess að elta tækifærin. Þannig byggðust nú bara Bandaríkin upp á sínum tíma líka, sko. Þannig að við erum kannski svona bara ördæmi Ameríku. Það sem hefur verið þetta gríðarlega jákvætt hjá okkur að sjá
að það hefur dregið úr íbúaveltunni vegna þess að ferðaþjónustan orðin heilsárs atvinnugrein. Já. Það er algjört sko lykilatriði. Þetta ekki vertíða atvinnugrein hjá okkur. Hún var það fyrir ég meina bara 15-20 árum að þá voru þetta 3 að hámarki 4 góðir mánuðir úr árinu og þú kannski réðst inn fólk á þeim tíma en síðan laðist allt svolítið mikið í dvala. Já. Hér hjá okkur núna þá eru veitingastæðir eru opnir allt árið. Það er helst að hótel og eigendur og gistihúseigendur upplifi sko vandræði við það að geta sinnt sko viðhaldi vegna þess að það er helviti dýrt að loka. Já. Þannig að það eru svona vaxtarverkinir hjá atvinnurekendunum. Auðvitað fylgja þessu líka vaxtarverkir hjá okkur og ég meina við horfum upp á það núna hjá okkur og það eru yfir 60% okkar íbúa sem eru erlendir íbúar. Já. Og þetta og þarna þurfum við bara svolítið að eiga heiðarlegt samtal sko hvað ætlum við að gera og hvernig ætlum við að viðhalda tungumálinu okkar. Já, það ætlum við að viðhalda íslenskunni. Já. Þetta hefur verið mikið áherslumál hjá okkur núna á þessu kjörtímabili, sérstaklega vegna þess að við sjáum og eins og ég sagði áðan að það hefur dregið úr íbúaveltu. Núna yfir helmingur barn sem verið að skrá á leikskóla hjá okkur. Já. Þau eru með fjölmenningarlegan bakgrunn, annaðhvort báðir foreldrar erlendis frá eða annað. Já. Og þetta og þarna þurfum við virkilega að vera með fókusinn vegna þess að við viljum tryggja að eftir 15 ár þegar við útskrifum þessi börn úr grunnskóla að þau hafi þá færni, þá getu í íslensku til þess að geta sótt sér framhaldsnám. Já, ég og þú myndum helst vilja að þau gætu lesið Laxness í framhaldsskólanum sem allir sem innfæddu börnin eru hættan að lesa. Sko. Þannig að en þetta er stór sko, og það mikilvægt að við höfum sko fókus á þessu vegna þess að annars getum við hort fram á sko stór aukin kostnað bara í félagslega kerfinu hjá okkur. Já. Ef við valdeflum ekki þessa einstaklinga til þess að vera bara standa jafnfætis öðrum börnum og ungmennum þegar kemur að framhaldsnámi. En hvernig hefur gengið að hýsa þennan hóp og hvaða leiðir hafið þið haft til þess að standa í þeirri innviða uppbyggingu sem að þurft hefur til að taka á móti svona mörgu nýju fólki? Þetta þannig að það hefur aldrei verið byggt jafn mikið eins og núna og hefur verið núna síðustu ár. Þetta náttúrulega mjög merkileg breyting sko fyrir svona 20 árum að þá var náttúrulega bara hálfgerður svartipétur að eiga húsnæði hérna í Vík. Já, já. Ef að þú til dæmis sko fékkst og þú gast mögulega fengið íbúðarhús í arf hérna í Vík og það gat bara verið heilmikill svartipétur vegna þess að þú kannski vildir ekki búa því að þú gast ekki fengið vinnu hérna við hæfi. Þú gast heldur ekki selt þetta. Nei. Út af því að það vildi enginn kaupa þetta. Já, já. En aftur sko núna hvergi það íbúðarhús hérna á svæðinu sem ekki búið í. Það bara svoleiðis. Auðvitað hafa sko atvinnurekendur hafa verið umfangsmiklir á íbúðamarkanum. Eðlilega vegna þess að þeir auðvitað eru að reyna bara að tryggja sína starfsemi og þeir geti haldið áfram að vaxa og til þess þurfa þeir að ráða til sín fólk. Það sem við höfum verið að gera hins vegar núna á síðustu árum, það að reyna að búa jarðveg fyrir fjölbreyttari form búsetu. Við fengum Brák leigufélag inn á markaðinn hérna í fyrra sem bara merkilegur áfangi. Þetta í fyrsta skipti sem það óhagnaðardrifið leigufélag komið inn á markaðinn í Vík. Já. Það að fara að kaupa fleiri íbúðir núna á næsta ári. Já, já. Þannig að það að stækka því að auðvitað það þannig að það svona, hvað ég segja, það slæmt fyrir alla að atvinnurekendurnir þurfa að vera svona umfangsmiklir á íbúðamarkaðnum fyrir atvinnurekendurna vegna þess að sjálfsagt vildu þeir frekar geta nýtt fjármunina í að byggja upp sína starfsemi
frekar og fyrir starfsmennina vegna þess að þú ert þá auðvitað svolítið háður þínum atvinnurekanda. Þú getur ekki leitað í önnur atvinnutækifæri ef að þau skyldu opnast. Nei. Þannig að svona okkar sýn sú að það verði virkur leigumarkaður. Þannig að atvinnurekendur þá fari síðan í auknum mæli að sjá sér hag í að losa þetta íbúðarhúsnæði sem þeir hafa keypt. Þannig að þetta auðvitað bara langtíma verkefni en það góða að það eftirspurn eftir húsnæði sem að þýðir að það byggt íbúðarhúsnæði. Hvernig gengur að koma í veg fyrir að tvær þjóðir lifi í okkar landi, önnur sem talar íslensku reiprennandi og hegða sér eftir siðum innfæddra og svo hinn hópurinn, hvernig gengur að blanda þessum hópum saman? Sko, mér hefur þótt að ganga vel. Ég hef ekki upplifað mikla svona, getum við sagt einhverja svona menningarlega árekstra þannig. Við auðvitað sko brugðumst við þessari mjög svo breyttu stöðu í upphafi þessa kjörtímabils því að eftir að kosningalögum var breytt að þá þarf fólk að hafa búið á Íslandi í 3 ár til þess að vera orðið kjörgengt í sveitarstjórnir og vera með kosningarétt og þetta þýddi að fjöldi erlendra íbúa og kjörskrá fjórfaldaðist. Og það er bara mjög breytt staða hjá okkur og spurningin svolítið sem við stóðum þá frammi fyrir sko, viljum við að helmingur kosningabæra manna í sveitarstjórnum séu algjörlega óvirkir og hafi enga aðkomu að stefnumótun og hafi ekki skoðanir á þeirri þjónustu sem að sveitarfélagið veitir. Þannig að það var ákveðið að koma á fót svokölluðu enskumælandi ráði sem að vegna þess að við þurftum að horfa bara svolítið raunsætt á þetta. Ferðaþjónustan enskumælandi atvinnugrein. Það 99% af viðskiptavinum í ferðaþjónustu, nú bara slægi fram 99%, ég hef ekkert fyrir mér í því. Það langstærstu hlutin eru erlendir ferðamenn sem ekki tala íslensku. Þannig að fyrir einhvern sem kemur hingað og vinnur í ferðaþjónustu, hann getur farið í gegnum viku í vinnunni án þess að þurfa raunverulega nokkuð tímann að tala íslensku. Þannig að við gerðum þetta, stofnuðum þetta enskumælandi ráð, en það sem hefur einmitt verið skemmtilegt að það hefur langmest púður farið í að ræða íslensku og íslensku kennslu og að frumkvæði ráðsins að þá var ráðinn verkefnastjóri, inngildingar og íslensku og við erum í viðræðum við Mými endurmenntun einmitt bara þróun á íslensku kennslu. Þannig að það er mjög svona lifandi umræða þetta og ég held hvernig kemur maður í veg fyrir þetta, það bara með því að tala saman. Já, það er það sem við erum að reyna að gera. Og myndirðu segja að það hafi tekist vel? Myndirðu segja að það væri engin svona hætta á því að tvær þjóðir búi í þessu landi? Það er alltaf hætta á því sko. Og auðvitað getur kergja einhvern veginn magnast og ég meina það hefur verið heilmikil umræða bara stöðu íslenskunar. Það var líka talsverð umræða bara þetta enskumælandi ráð sem að við stofnuðum til sko á sínum tíma. Sumum hefur fundist það einhvers konar uppgjöf kannski eða hvað? Já, akkurat. Menn hafa svona borið það þannig á borð. Ég algjörlega ósammála. Þetta snýst að við opnum dyr að samfélaginu fyrir nýja íbúa. Gerum þeim kleift að koma og þau fái að hafa skoðanir á því hvaða þjónustu við erum að veita og að við leitum saman leiða til þess nákvæmlega að efla íslenskukennslu. Vegna þess að við þurfum að eiga virkt samtal við þá sem ekki tala íslensku það hvernig við kennum þeim. Hvaða leiðir henta þeim? Þannig að þú trúir því að því gefnu að við setjum mikið púður, vinnu og bjargir í íslensku kennslu og í þann prósess að taka með virkum hætti samskiptalega, tungumálulega á móti öllu þessum nýju vinum okkar sem vinna störfin sem halda samfélaginu gangandi.
þá að því gefnu að við stöndum við okkar þá þurfi íslenskunni ekki að stafa hætta af þeim heljarstökkum sem orðið hafa hér í íbúaþróun. Nei, ég held ekki. Ég held að þetta samt þannig að við þurfum að passa okkur líka einhvern veginn ætla ekki að gleypa fílinn í einum bita. Þetta búið að gerast á svo ótrúlega skömmum tíma. Já. Þannig að það kannski ekkert skrítið að við séum ekki alveg búin að bregðast við öllum þessum miklu breytingum. Ég held og mér finnst, það mín persónulega skoðun, mér finnst að við ættum að setja fókusinn sérstaklega á að tryggja stuðning við barnafjölskyldur. Já. Þá sem ákveða að setjast hérna að og ákveða að eignast börn sem að koma inn í skólakerfið okkar. Mér finnst að það eigi að vera áhersluatriði. Já. Horfa á þennan hóp og tryggja stuðning við þessa foreldra og aðstoða þá líka við að læra íslensku þannig að þau geti stutt sín börn í gegnum skólagönguna. Og ég veit ekki, ég held að við þurfum ekki, ég held að okkur hefur kannski ekki gengið neitt svo svakalega vel að viðhalda íslensku einu sinni hjá okkur sjálfum. Nei, einmitt. Þannig að mála skrattan á vegginn, þarna veit ég ekki alveg hvort það sé við hæfi. Ég held að við þurfum að taka miklu dýpri og víðari umræðu menntakerfið í heild sinni til þess að ná utan um það verkefni líka. Já. Það nú stundu sagt að það sé ágætt að greina heiminn með því að segja sögur og ég var til dæmis staddur á Siglufirði helgina og gisti þar á hóteli og fékk mér að borða það og var sem sagt túristi, ákvað að fara frekar norður til Siglufjarðar en að skreppa í helgaferð til Köben eða Parísar, enda mikill byggðamaður, dreifbýlismaður sjálfur og finnst að við á höfuðborgarsvæðinu gætum verið duglegri að gefa landsbyggðunum gaum og sækja þjónustu þangað og við tekum okkur inn á hóteli og kona mín og það náttúrulega erlendur starfsmaður og við förum í bakarið og þar eru bara erlendir starfsmenn og þar var kona, heimamaður sem var eitthvað að hnussaði í henni og hún sagði maður getur ekki einu sinni talað íslensku heima hjá sér og átti þá við það að í bakaríinu þá þurftum við að tala ensku við sem ætluðum að fá okkur eitthvað í bakaríinu og ég spurði hana svona móti en hvort staðan væri þá kannski þannig að það væri bara engin brauðbúð, það væri engin bakari ef það væri ekki þetta erlenda starfsfólk og hún svo sem svaraði því ekki neitt en þessi saga, það er ýmislegt í henni finnst mér. Fyrsta lagi þá voru sem sagt held ég allir sem þjónustuðu okkur, þeir voru af erlendu bergi brotnir. Þannig að það þýddi ekki fyrir okkur að tala íslensku. Öðru lagi þá rekum við okkur þarna á einhvers konar andúð, einhvers konar fyrirstöðu hjá einhverju heimafólki. Kannski var hún undantekning þessi kona, ég veit það ekki, en henni fannst þetta ekki gott að hún get ekki beðið sinn snúð bara á íslensku. En þá það spurningin, hefði maður geta sótt Siglufjörð heim og notið þar afbragðsgestrisni og fengi frábæra þjónustu ef ekki hefði komið til allt þetta nýja fólk. Er ekki svona í svona sögu rúmast ekki einmitt margar víddir bæði árekstrarnir en líka staðreyndin að hér væri bara lítil starfsemi á jaðartímum utan háannar ef allt þetta fólk væri ekki hér komið. Jú, það er auðvitað þannig. Þú hefðir ekki úrval veitingastaða að velja úr hérna í Vík ef ekki væri fyrir alla þessa ferðamenn sem að heimsækja okkur og ef ekki væri fyrir allt það fólk sem að starfar í þjónustugeiranum. Aftur finnst mér og því ég held að það sé kannski bara samtal sem að atvinnulífið mætti svolítið taka Ég meina, ég finnst að fyrirtæki bera nefnilega líka samfélagslega ábyrgð og til dæmis er staða
tungumálsins okkar og það hvernig við viðhöldum tungumálinu, það ekkert eitthvað einkamál bara stjórnmálamanna eða einhvers eins ráðherra eða bara sveitarfélagsins. Þetta er bara samfélagsins í heild og fyrirtækin eru partur af samfélaginu. Já. Þannig að ég hefði svolítið gaman að því að sjá bara fyrirtæki stíga aðeins fastar inn með það að gera tungumálið okkar sýnilegra. Vegna þess að ég held að það sé engin veitingastaður hérna í Vík sem að ég fer á og ég get ekki beðið bara ef ég vill fá lambafilé þá beðið ég lambafilé eða ef ég vill fá einhverja tegund af pítsu þá bara beðið ég hana á íslensku og þau skilja mig öll. Já. Það er allavega mín upplifun en tungumálið okkar þarf að vera sýnilegt. Já. Mér finnst að það mætti vera sýnilegra, bara heilt yfir hjá okkur. Því að það er líka, af hverju kemur fólk til Íslands? Það kemur til Íslands til að upplifa Ísland. Já. Og íslenskan er bara órjúfanlegur partur af því. Já. Þetta er sko, en heldurðu að því ég nefndi þessa konu til sögunar, eru ennþá margir sem eru svona pínu frústreraðir? Þetta er kannski á engum við fólk sem að kannski hefur sjálft ekki mikla kunnáttu í ensku. Það náttúrulega, það hefur svolítið strandað í eigin landi, er það ekki? Ég held að við þurfum að bara bera virðingu fyrir einmitt nákvæmlega þessu sjónarmiði vegna þess að ég held að þessu langfæstir sem að vinna af einhverju einskæru hatri gagnvart innflytjendum. Fólk er bara kannski óöruggt. Sko. Já, og ég held að það sé, við þurfum að kannski nálgast fólk þannig, sko. Já. Og aftur, ég held að það er engin einhvern veginn ein góð lausn og við breytum þess ekki eitthvað eitt fyrir og bingo, sko. Nei. Ég held að þetta muni taka lengri tíma en svo. Þannig að ég held að við ættum að varast með, sko, varast það að fara að búa til skautun þar sem hún þarf ekki að vera til staðar, sko. Já. Og þess vegna, sko, ég er alveg sammálaður með það er mjög mikilvægt, en það er líka svolítið gott við tímana núna að við getum sagt svona sögur, við getum vegið og metið kosti og galla og á einhverjum tímaskeiðum þá var þetta kannski svolítið að umræðan var mjög í eina átt eða aðra en núna erum við kannski svona aðeins að þroskast í því að við getum rætt bara kosti og galla á rólegum nótum, ekki satt, sem fylgja þessum miklu menningar breytingum og nýjum tímum. Jú, algjörlega og ég finn ekki einhvern veginn, ég fæ ekki þá tilfinningu að það sé einhvern veginn, ég tek bara sem dæmi, sko, erlendu íbúarnir mínir, þeim finnst bara fullkomlega eðlilegt að við séum að tala stöðu íslenskuna. Já. Og við höfum áhyggjur af þessu og bara þessu verkefni að viðhalda tungumálinu okkar. Já. Ég upplifa bara heilmikla virðingu gagnvart því sjónarmiði okkar hjá þessum hópi okkar erlendu íbúa og þau vilja bara held ég mjög gjarnan, sko, bara styðja við og fá að taka þátt í þessari umræðu með okkur. Ég held að við þurfum líka átt okkur á því, sko. Það er áhugi þar líka. Já. Heyrðu, þetta var fannst mér áhugaverður kafli, en ég sagði hér í upphafi að það væri ekkert mjög væri bara lítil umræða yfir höfuð byggðir landsins í fréttum og svona umræðinni og raddir landsbyggðanna hafa verið sterkari, finnst mér svona þegar ég horfi áratugi aftur í tíman. Náttúrulega búin að vera lengi í þessum fjölmiðlabransa. Það á sér stað gríðarleg verðmætasköpun út á landi og deilirðu með mér því að þið séu svolítið hornreka svona alla jafna í umræðinni, þið sem ekki búið á höfuðborgarsvæðinu. Sko, ég upplifi oft heilmikið svona, ég upplifi svolítið ríkt að við séum mjög afskipt þegar það kemur af samskiptum við ríkið. Já. Almennt upplifi ég, sko, bara ákveðna spennu hjá fólki, almennt bara gagnvart uppbyggingu sem á sér stað og ég heyri engan sem að kemur hérna í Vík sem hefur ekki komið í langan tíma að segja bara, herðu, vá,
hvað eiginlega búið að gerast hérna, sko? Þetta frábært. Já. Og ég veit ekki, við náttúrulega höfum bara fram til, sko, já, hvað ég að segja, ef við miðum við að þessu uppbygging byrji fyrir cirka 10-15 árum, að þá vorum við náttúrulega bara búin að vera á miklu undanhaldi. Já. Í bara áratugum saman, sko. Og umræðan einhvern veginn jafnvel ennþá, sérstaklega finnst mér af hálfu ríkinsins litast svolítið af því, sko. Þetta nefnilega góður punktur af því að það kom fram áðan að höfuðborgarsvæðið hefur ekkert verið að bólna út á kostnað landsbyggðina núna samanber það sem Þóroddur segir í 14 ár. Ég veit það og það einhvern veginn mín upplifun að stundur séu ennþá og ríki séu jafnvel ennþá að grundvalla sína stefnumótun svolítið af bara gamalli þróun sem bara á ekki við rök að styðjast í dag. Þetta held ég sé hárrétt, já, því að við upplifum það náttúrulega áratugum saman að þessa miklu varnar baráttu, sko. Og ég held náttúrulega þetta áhugavert svona í svona byggðaþróunarlegu svona sögulegu samhengi það sem búið að vera að gerast hérna vegna þess að maður leyfir sér að ofur einfalda hlutina, að þá held ég þetta sé í fyrsta skipti síðan að sjávarþorpin byggðust upp á sínum tíma. Sem að við erum að sjá ykkur svona markvissa uppbyggingu á atvinnustarfsemi og þéttbýli út á landi. Og sko það náttúrulega ekkert nýtt, sko. Það er engin tilviljun til dæmis að þetta gerist hérna í Vík. Það bara út af því að við setjum þetta í samhengi við sjávarútveginn, það bara gott aðgengi að miðunum hérna. Já, við erum með marga ferðamannastaði hérna í nágrenninu. Ég held að sko við eigum eftir að sjá ennþá bara hvar tækifærin geta legið til dæmis bara í þróun á nýjum þéttbýliskjörnum. Ég meina, hvenær var einhvern veginn svo ákvörðun tekin að þéttbýlisþróun á Íslandi væri lokið? Já. Hún grundvallast auðvitað bara á sko atvinnuþróun. Og nú erum við bara með mjög, getum við sagt bara ólíka þróun heldur en þá sem að var. Og ýmislegt svona, ég veit ekki, ég meina ég hef til dæmis persónulega fundist einhvern veginn umræða sko sameiningu sveitarfélaga líka, hún svolítið grundvölluð á bara svolítið, hún úr sér gengin finnst mér, sko. Vegna þess að við erum bara með fjölmörg sveitarfélög landið allt sem að hafa bara verið að vaxa, bara verið að dafna. Ég meina, Mýrdalshreppur til dæmis er bara velrekið sveitarfélag og bara hefur getu til þess að fjárfesta í innviðum. Ertu gegn því að ráðherra beiti handaflsaðgerðum til þess að sameina sveitarfélög og fækka þeim? Ertu gegn því að það sé lágmarks mannfjöldi? Mér finnst það bara óþarfi. Það það sem mér finnst. Við höfum verið að horfa og þróunin hefur náttúrulega verið bara mjög í þá átt að sveitarfélög hafa sameinast. Við höfum verið að sjá sameiningu á síðustu árum. Ég hef svona, mér hefur stundum fundist umræðan pínulítið skrítin, sko, þegar að einhvern veginn stærri sveitarfélög einhvern veginn að pirrast yfir því að það séu til minni sveitarfélög sem að stærri sveitarfélögin samt ákveða að veita þjónustu og viðhalda þannig. Þannig að sko bara gott að sjálfsögðu eigum við að ræða sko hvernig við rekum sko skilvirka og hagkvæma stjórnsýslu. Það er grundvallaratriði. Ef að menn vilja horfa á einhvern íbúafjölda, það er bara gott og vel, það getur litið vel út á Excel, sko. Í mínum huga snýst það bara að sko tilgangur sveitarfélags er að veita íbúunum ákveðna þjónustu. Ef að sveitarfélag getur þá, ef það gerir það vel og ef að íbúunir eru ánægðir, þá svo sem veit ég ekki hver tilgangurinn er með einhverjum svona þvinguðum sameiningum. Þannig að ég veit ekki, mér hefur fundist þessi umræða grundvallast svolítið frekar á stöðunni eins og hún var fyrir 20 árum. Já, sko það eru nokkri þættir sem að umfram, það er náttúrulega ferðaþjónustan eins og þú nefnir sem að augljóslega hefur verið lífæð þessarar byggðaþróunar og þið eigið allt undir henni sem segja að hún sé hvarfgjörn atvinnugrein. Við höfum nú ekki kannski tíma til þess að ræða það hvort að henni steðji sérstakar ógnir núna, veit það samt ekki. Fyrir vestan þá hefur verið vöxtur og uppbygging tengd sjókvíaeldi.
hvað sem mönnum kann að finnast umhverfisáhrif þess og allt það, þá sannarlega líf í þorpum fyrir vestan sem annars hefði ekki kviknað. Ef við tökum stað eins og Húsavík, þá var það reist kísilverksmiðjastóriðja PCC, hún núna fallin eða að falla og þar högg, en sem minnir svolítið á ég ræddi þarna við formann verkalýðsfélagsins á staðnum daginn og svona þegar hann fór að tala hvað byggðin væri þarna mikilli hættu og hvað atvinnuáhrifin gæti orðið mikil og byggðaáhrifin, þá myndi það mig einmitt. Það var eins og að fara einhverja áratugi aftur í tíman þegar maður var nánast daglega að segja fréttir á einhverjum svona atvinnuhöggum sem skullu á byggðarlögum. En það hefur náttúrulega bara, það verður að segjast eins og að hvort sem að tilviljanir réðu eða ekki, þá hefur gengið ansi vel að búa til ný störf hér og svona, hvað maður að segja, öryggisnet þeirra sem búa út á landi, það ætlum ekki segja að það sé óvinnu þétt núna og óvinnu fjölskrúðugt, þótt það kunna vera þannig að ekkert sé eilíft, samanber það að ef ferðamenn myndu nú stór minnka áhuga sinn á að fara til Íslands, þá myndu þið finna fyrir því. Já, algjörlega, og ég meina við sáum það til dæmis í COVID, ég meina hérna fór atvinnuleysi hjá okkur upp í 50% sko. Já. Ég held að ég persónulega bara trú á ferðaþjónustunni sem framtíðar atvinnugrein. Ég held að fólk muni áfram út í heimi að hafa áhuga á því að koma hérna og sjá þessa stórbrotnu náttúru okkar. Það sem ég vonast náttúrulega til þess að sjá hjá okkur núna á næstu árum sko að það komi það verði fjölbreyttara atvinnulíf. Já. Og sko tækifærin öll þar til staðar út af því að lífsgæðin gjörbreytt frá því sem það var. Já. Ég meina nú erum við með verslun sem bara með sko bara lengstu opnunartíma á landinu, hún opin allan dag ársins. Já. Við erum með fjöldan allan af veitingastöðum og það ný verslun og þjónusta að koma upp, þannig að við erum líka átt okkur á því sko að þetta partur af ástæðunni fyrir því að fólk fluttist og á suðvesturhornið. Það bara vegna þess að lífsgæði þar voru betri. Akkurat. Það var meira af því sem að fólk vildi fá og hafa í sínu lífi. Já. Leið og við getum breytt því að þá getum við séð sko fleiri störf út af því. Ég meina, við erum hérna með jarðfræðing og lögfræðing og alls konar, þú getur sinnt alls konar vinnu. Þú getur komið og verið með stúdíó fyrir samstöðina hérna í Vík og hérna myndir sem sagt lítil áhrif hafa á þig. Kannski það góð hugmynd af því að ég alltaf að veltaði fyrir mér hvort ég ekki bara flytja aftur út á land. Nákvæmlega. Þannig að og allt þetta einhvern veginn svolítið að breytast. Þetta bara búið að gerast svo hratt, þannig að ég segi það nú aftur sko, að við það ekkert endilega það ekkert skrítið að við séum ekki búin að sjá nákvæmlega öll tækifærin sem opnast. En mér finnst líka stemning hjá fólki sem fætt á Íslandi fyrir því að fara aftur heim og vökva eigin rætur. Mér finnst meiri stemning núna, kannski tengist þetta einhverjum svona risastórum hnattrænum straumum, viðskiptum, öryggi, ég veit ekki hvað það en í svona mínu kunningjabaklandi þá er að verða algengara og algengara fólk sem ólst einhvers staðar upp, það aftur að koma heim. Tengirðu við þetta? Já, og það náttúrulega bara sannast það sem að afi heitinn sagði alltaf, allt fyrir hringi sko. Já. Og ég meina við höfum þetta bara hort upp og líka svona það verið mjög þróun í átt að svona mikilli þéttbýlismyndun og svona borgarsamfélögum og annað sko, en það er ekkert lögmál sko. Það bara háð tíðarandanum og það getur vel verið eins og þú segir að tíðarandinn sé kannski bara aðeins að breytast sko. Já, mér hefur fundist það. Sem gott því að við viljum hafa jafnvægi hér í byggðamálunum og við viljum að allir geti nýtt þau tækifæri sem að hugur þeirra stendur til. En ég ætla nú ekki að halda það mikið lengur á línunni, ég ætla bara svona rétt kannski í lokin Einar Freyr Elínason, sveitarstjóri Mýrdalshrepps að spyrja þig örstutt út í ritaraframboði hjá Framsóknarflokknum.
það styttist í miðstjórnarfundin, ekki 18. október, það komið 13. Það bara 5 dagar í þetta. Hvers vegna býður þig fram til þessara trúnaðarstarfa og áttu von á því að þessi förðin að þú ræðir heim? Við sjáum til, það á engin neitt í pólitík leiðumar heldur það að þá maður búin að tapa sko. Það auðvitað opnaðist þetta tækifæri þegar Ásmundur Einars ákvað að segja skilið við stjórnmálin núna nýlega. Ég brenna metnað fyrir flokkinn minn og fyrir samfélagið og ég held að við eigum gott erindi. Það auðvitað bara, við þurfum að byggja okkur upp núna aftur eftir langa veru í ríkisstjórn. Flokkurinn búinn að vera í ríkisstjórnum með bara stuttum hléum frá 2013 og ég held að það sé mögulega komin. Það eru opnast tækifæri á ákveðna endurnýjun í forystunni og við þurfum aðeins að ákveða okkur bara hverjar okkar áherslur eigi að vera inn í framtíðina og ég hef ákveðnar hugmyndir, ég er búinn að afla mér reynslu líka bara í því sem ég hef verið að gera. Ég held að það séu heilmikil tækifæri í að gera stjórnsýslu á Íslandi skilvirkari og hagkvæmari fyrir fólkið í landinu okkar. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt að við tökum svolítið heiðarlegt samtal skólakerfið okkar. Mér finnst við vera pínu stöðnuð í þeirri umræðu og það er óásættanlegt að við stöndum ekki í jafnfætis öðrum þjóðum í alþjóðlegum samanburði. Það þarf ekki að vera þannig. Við þurfum að ala á aukinni virðingu gagnvart skólunum okkar. Bæði finnst mér hjá kennurum, hjá foreldrum og við þurfum að hjálpa kennurum aðeins til þess að finna sjálfstraustið hjá sér líka, bara gagnvart þessum störfum og ég veit það ekki, ég hef orðið fyrir pínu vonbrigðum að til dæmis þegar ég var á síðasta menntaþingi sem var haldið á Hilton og þar voru helstu áskoranirnar og það var svolítið rauði þráðurinn í gegnum menntaþingið. Það voru starfsaðstæður kennara. Mér finnst við bara ekki hafa náð að ávarpa það neitt. Síðan komu kjarasamningar og það var ekkert rætt um það. Nei. Mér fannst við missa tækifæri í síðustu kjaraviðræðum að ræða nákvæmlega þetta. Hvar er potturbrotinn í starfsaðstæðum kennara, örstutt? Það er náttúrulega bara, og það var rauði þráðurinn í gegnum til dæmis menntaþingið. Það er að kennarar upplifa það bara að þeir séu þeir hafi ekki þau verkfæri sem þeir þurfa til þess að viðhalda aga í skólum. Agavandamál voru bara, það var ítrekað minnst á þau og ég er bara ekki þeirrar skoðunar að það sé eitthvað lögmál að kennarar get ekki haldið aga í skólum. Og ég held að agi sé rosalega mikilvægur fyrir skólan og fyrir börnin okkar, þetta að læra virðingu gagnvart kennurum. Það er algjört lykilatriði finnst mér. Þannig að mér finnst við þurfum bara að taka pínu heiðarlegt samtal um þetta og einhvern veginn reyna að losa okkur út úr þessum mýtum. Við lifum svolítið við erum svolítið einhvern veginn búin að fyrirfram ákveða að hlutinni séu svona hinsegin, til dæmis að það sé ekki hægt að við opinberir stjórnendur segja bara, það er ekki hægt að segja upp opinberu starfsfólki. Það er einhvern veginn rauður þráður svolítið, það er bara rangt, bara alrangt og ég ætla bara að fullyrða líka það sé bara alrangt að við getum ekki haldið aga í skólunum. Við þurfum að fá foreldra með okkur í lið og ég held að við þurfum að fara bara í svolítið, sérstaklega í ljósi þessara tíðinda daginn að börn get ekki lengur lesið Laxness. Mér finnst það bara mjög furðuleg staða. Þetta er okkar merkilegasta skáld og þannig að ég held að við þurfum kannski að fara aðeins að hugsa bara róttækt bara okkar námsgögn, okkar námsefni. Hvað erum við að leggja fyrir börnin okkar? Hvað viljum við að þau læri? Mér dettur í huga af því að Framsóknarflokkurinn hefur nú löngum sótt mest fylgi sitt til landsbyggðanna að með því að nú lokið þessu undanhaldi og
eins og við höfum nefnt hér, 14 ár í röð, þá halda landsbyggðirnar hlut sínum og að stækka eins og höfuðborgarsvæðið, að þá ætti nú að vera pláss fyrir betri framgang Framsóknarflokksins. Þið er nálægt því að þurrkast út samkvæmt skoðanakönnunum á sama tíma og upptökusvæði ykkar, atkvæða upptökusvæði ykkar, það hefur aldrei verið öflugra. Þú þarft eitthvað að gera í þessu, Einar. Já, ég meina við getum alveg verið óhrædd við það að líta þess í okkar rætur. Já. Ég er óhræddur við það. Ég er nú sauðfjárbóndi og meira að segja fjallkóngur, þannig að ég hef gaman að því að ræða málefni landbúnaðarins. Það væri efni í alveg annan þátt og öll þau tækifæri sem við höfum þar. Og ég ætla bara að segja það er mikið áhyggju efni hvert landbúnaðurinn okkar stefnir. Og það ákvarðanir sem og það fyrirætlanir sem að ríkisstjórnin núna að boða gagnvart landbúnaðinum, það bara mikið áhyggjuefni og ég held að það sé sannarlega, ég held að sé ekki bara rúm fyrir það, ég held að það sé bara nauðsynlegt að Framsóknarflokkurinn stígi fastur inn í þá umræðu. Til hvaða fyrirætlana ertu að vísa, segirðu? Ég til dæmis það að ætla að vinda ofan af öllum þeim árangri sem hefur náðst í mjólkurframleiðslu á Íslandi. Þá ég við að mjólkursamsalan henni hefur verið tryggð staða gagnvart innflutningi og ég hef bara virkilegar áhyggjur af því að ef þetta raungerist að við missum niður þann árangur og þá mögulega verði þetta allt á grundvelli markaðssjónarmiða og ekki tekið í neinu tillit til byggðasjónarmiða. Þetta er bara stór og mikil byggða aðgerð að það sé hægt að reka mjólkurbú alls staðar á landinu. Já. En það er ekkit sjálfsagður hlutur. Við gætum verið með kerfi þar sem að það borgar sig bara að vera með mjólkurbú einhvers staðar í kringum Selfoss og síðan í Eyjafirði og Skagafirði. Já. En mér finnst það bara í byggðalegu, mér finnst að byggðasjónarmiðin verði að koma þarna inn. Heyrðu, það búið að vera áhugavert og skemmtilegt að spjalla við þig og við eigum að vera iðnari en við erum að leita sjónarmiða ykkar sem starfið utan höfuðborgarsvæðisins og takk fyrir að leggja þitt lóð á vogarskál dagsins og gangi þér vel. Einar Freyr Elínarsson, sveitarstjóri Mýrdalshrepps í ritara slagnum eftir nokkra daga. Kærar þakkir og takk fyrir boðið. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð Samstöðina.